Bókasafnið á Húsavík gegnir mikilvægu hlutverki, enda skilgreint sem almenningsbókasafn og upplýsinga- og menningarstofnun. Hlutverk safnsins að veita börnum og fullorðnum greiðan aðgang að fjölbreyttum bókakosti og síðast en ekki síst efla íslenska tungu, stuðla að símenntun og örva lestrar áhuga. Bókasafnið hét áður Bókasafn Suður Þingeyinga og hóf starfsemi 1. nóvember 1905 þegar lestrafélagið Ófeigur í Skörðum og félagar og lestrafélag Húsavíkur voru saminuð. Þetta ágætlega stórt bókasafn. Við hefum nú reynd að vera að grísja töluvert úr því. Það ekki alltaf hægt að varðveita allt, en við eigum í dag rétt 50.000 eintök skráð í safninu og eitthvað aðeins til af óskráðu efni. Það töluvert. Já, það nokkuð gott á ekki stærra svæði og við höfum einnig verið með mjög góð útlán. Við erum mikið nýtt bæði af fólki svona almenningi og líka námsmönnum. Það alltaf aukast að fólk í fjarnámi hingað og þangað og þarf þá að fá þjónustu á sínu heimasafni og við höfum reynt að standa okkur í því að útvega fólki þess að þarf millisamlán og allt bara milli himins og jarðar. En hvers vegna eru það grísja? Það nú plássvandamálið yfirleitt og síðan hafa alltaf bækur kannski bækur eyðileggjast eða úreldast, tímarit líka, það tekur nú kannski ekki eiga 20 ára gamalt eintak að séu heyrt á hverju einasta bókasafni á Íslandi sem dottið í sundur, þannig að það alltaf einhver svona hreyfing á safnkostunum, innkaup og grísjun verður að haldast aðeins í hendur. Eru heimamenn duglegir að lesa? Já, ég myndi segja það, með útlánatölur hérna í okkur sem eru þetta milli 24-25.000 eintök núna síðasta ár, var þegar mest var yfir 30.000 eintök á ári. Þá það nokkuð gott og með íbúa fjölda hér á Húsavík þá þetta yfir 11 eintök lánuð hverjum íbúa á ársgrundvelli sem með því betra sem gerist held ég á landsvísu. Já, það ekki 11 eintök hver og einn einasti íbúi? Já, ég myndi halda kannski að Þingeyingar séu bara ennþá ákaflega bóknhneigðir. En auðvitað verður að taka því með fyrirvara að það ekki sama kannski eintak og eintak, sumir taka kannski bunkan á handritsblöðum meðan aðrir eru í skáldverkum og fræðiritum. En hvers konar bækur eða hvers konar efni vinsælast? Þetta kannski árstíðabundi líka? Kannski aðeins, við finnum fyrir því að tímarit og pocketbækur eru kannski vinsælli svona yfir hásumarið. Núna akkurat í dag eru íslenskar skáldsögur þar sem fólk býður eftir, það náttúrulega high season, það að koma út hérna bækur dag eftir dag og fólk býður eftir að fá útlán Yrsu og Arnald og fleiri svona þekkta höfunda Iðunn Steins og hér á Húsavík þetta býður fólk eftir þegar heimafólk gefur út bækur svo Snæbjörn Ragnarsson sem allir þekkja úr Skálmöld og Ljóta hálfvitunum nú að gefa út skáldsögu og mikið búið að spyrja til henni. Það þannig að þið kaupið strax nýjustu bækur, þið býðið til dæmis ekki eftir að jólaflóða gangi yfir og takja þá bækurnar inn í janúar? Við reynum að kaupa þar sem að fjárhagsáætlun leyfir, helst reynum að kaupa íslensk skáldverkum leiðu að koma út, vegna þess að fólk býður auðvitað spennt eftir að sjá bækurnar og við teljum reyndar að það hjálpi bara bóksölunni ef bækur eru komnar í útlána bóksölunum því að þá spyrst út sem sagt, hvernig bækurnar eru og séu þær góðar þá er það ríku fólk til að kaupa þær í jólagjafir handa öðrum. Hafið þið tekið saman kynja hlutfallið þannig stundum sagt að konur lesi mun meira heldur en kallar? Við finnum fyrir því við höfum ekki skráða nýlega svona tölfræðilega, við tókum nú fyrir nokkrum árum reyndar skráðu við gestakomur ítalega hjá okkur í smá tíma og það var vissulega rétt að konur og líka þegar við tölum krakka að stelpur og konur koma meira á bókasafnið og við finnum þennan mun kannski meira á lestrinum hjá yngri kynslóðinni en við höfum svona eldri kynslóðina grunað að oft séu það konunar sem að sækja lesefni fyrir karlmennina líka. Já, það þannig. Þannig að þeir kannski lesi ekkert síður en við finnum það, að konur koma frekar á bókasafnið. Dagur íslenskrar tungu 16. nóvember, þið haldið upp á hann væntanlega eins og mörg önnur bókasafn. Já, við höfum í nokkur ár verið með ljóðasýningu í tilefni af degi íslenskrar tungu sem hefur farið þannig fram að við höfum sett upp sýningu hér með verkum eftir nemendur í Borgarhólsskóla hér á Húsavík og opnað formlega á þessum degi. Núna verðum við með samstarfið nemendur í 4. og 5. bekk sem eru þá 9 og 10 ára gömul börn. Þau hafa verið að vinna
þemaverkefni hafið og fiska sérstaklega og yrkja ljóð fiska, setja saman ljóðabækur og búa til fiska listaverk sem að verða hengt hér upp allt safn og verður mjög áhugavert fyrir fólk að sjá og þetta verður náttúrulega öllum opið meðan á opna tíma safnsins fram til 27. nóvember.